Menningarráð Eyþings sem samband sveitarfélaga á Eyjafjarðarsvæðinu og Þingeyjarsýslum þátttakandi í verkefninu Skapandi kraftur til framtíðar sem hefur það að markmiði að tengja og varpa ljósi á þann auð sem listir og skapandi greinar búa yfir á norðurjaðri Evrópu. Verkefnið fjármagnað af norðurslóða áætlun Evrópusambandsins, styrkupphæðin samtals 2 milljónir evra til 3 ára. Þetta var mjög óvænt sem okkur var boðið að koma inn í þetta verkefni og lítill fyrirvari en við stukkum á vagnin og vorum mjög heppin að vera valin þarna inn og fá þennan styrk með þessum frábæru samstarfsaðilum úti í þessum 5 samstarfslöndum. Hvaða lönd eru þetta? Þetta eru Norður-Írland og verkefnið leitt af Írlandi og síðan eru Svíþjóð og Finnland og svo við Íslendingar hérna. Hvert þá markmið þessa samstarfsverkefnis? Markmiðið að efla listir og skapandi greinar á svæðinu og koma þeim á framfæri í alþjóðasamhengi. Það eru töluverðir fjármunir þarna sem að fylgja þessu verkefni. Já, í heildin þetta 2 milljón króna evru pakki og hér á Íslandi þetta cirka 14,5 milljón. Hérna fyrir norðan, hvaða aðilar, hvernig verða aðilar valdir til þess að taka þátt í þessu? Við munum bjóða aðilum innan skapandi greina og lista að taka þátt, til dæmis í svona viðburðum sem kallast hotspots og svo eru ýmsir þættir innan verkefnisins sem eru til þess gerðir að koma þessum aðilum á framfæri. Verkefnið hefur þegar verið kynnt og frekari kynning á döfinni og fyrstu viðbrögð á svæði Eyþings eru jákvæð. Forvitni. Við höfum kannski ekki kynnt þetta formlega ennþá, þannig að við búumst við svona ennþá frekari bara áhugaverðum viðbrögð. En þarna skapast væntanlega mörg tækifæri fyrir fólk sem að tekur þátt í þessu. Já, geta skapast fjölmörg tækifæri og einmitt við það að koma sér á framfæri í gegnum ýmsa þætti, fá aukna þekkingu, það ákveðin fræðslupakki sem verður inn í þessu prógrami sem allir geta tekið þátt í og allt verður aðgengilegt á vefsíðu verkefnisins, öll þessi fræðsla sem verður búin til og við munum svo setja upp ákveðið prógram hér á svæðinu í tengslu við verkefnið sem byggir á ákveðinu könnun sem við förum í hjá þeim aðilum sem munu koma inn í verkefnið til okkar. Við munum skoða þarfirnar sem eru á svæðinu fyrir ákveðna fræðslu og byggja ofan á það. En hver svona hugmyndafræðin á bakvið þetta? Hún svo að efla heimabyggðina og þá Norðurland eystra í þessu tilviki? Bæði að efla þessa starfsemi á svæðinu og kannski efla þessa aðila til að koma sínu á framfæri erlendis. En hversu stór þátttakandi verður Norðurland eystra? Eru nú þegar komnir margir að þessu verkefni í löndunum sem eru mun stærri og fjölmennari heldur en við Íslendingar? Já, á vefsíðunni sem svona vettvangur til að fá fólk til að skrá sig. Það eru komnir yfir 500 aðilar þar inn í hinum samstarfslöndunum. Við erum ekki þáttakandur í öllu verkefninu en í hluta til og þessi vefsíða verður aðgengileg líka fyrir fólki á okkar svæði. Við hverju búist þið hérna fyrir norðan, hverjar eru ykkar viltust og væntingar? Já, við vonumst náttúrulega til þess að fólk taki verkefninu vel og skrái sig inn á þessa síðu því þessi síða verður mjög gott tengslanett fyrir fólkið og verður markaðstæki fyrir fólk sem starfandi í skapandi greinum. Og listum líka. Þannig að ég held að þetta verði að við náum þessu fólki saman, að við förum að vinna sameiginlegum markmiðum sem mjög mikilvægt. Og ég held líka í tengslum við þetta verkefni munu skapast fjöldamörg tækifæri eins og til dæmis að taka til hliðar einhver minni verkefni og sækjum þau sérstaklega til uppbyggingarsjóðs, í menningarhluta uppbyggingarsjóðs. Þannig við eigum eftir að sjá held ég margföldun á þessu verkefni á næstu 2-3 árum bara út frá þeim grunni sem við munum byggja á. Og vonandi verður fólk tilbúið til að taka þátt í þessu með okkur og njóta afrakstursins. Þetta langtíma verkefni þá eða til hversu margra ára fjármögnun tryggð nú þegar? Þetta verkefni til 3 ára, 2015 til 2018 og svo framhaldið af þessu vitum við ekki enn en við vonum bara að þetta samstarf muni vera
áfram. Og þetta verkefni byggir á eldra verkefni sem þessi samstarfsaðilar hluta þessum aðilum voru í sem hét My Creative Edge og þetta næsta verkefni og vonandi bara haldið áfram með þróum verkefni lengra og tökum svo eitt nýtt í framhaldi. Það væri gaman. Eigum við að segja að útrásin sé hafin, menningarútrásin? Alveg klárlega fyrir löngu. Vefur verkefnisins verður eins og fyrr segir þróaður áfram á þessum 3 árum, meðal annars til að auka aðgengi á alþjóðlega markaði. Á síðunni verða einnig upplýsingar stuðning sem í boði verður á vegum verkefnisins og hérna á Íslandi verður einnig hægt að sækja styrk úr menningarhluta uppbyggingarsjóðs Eyþings, umsóknarfrestur rennur út 15. þessa mánaðar.